Fyrirtæki eru sem sagt að fá greiðan aðgang að fjölda einstaklingar sem eru með kaupmátt og kaupvilja. Þau spara sér gríðarlegt fjármagn og þau eru jafnvel til að borga fyrir það peninga, en þau þurfa ekki að gera það áður. Þetta er ekki áhættu business sem þau eru að fara út í. Það er enginn að fara út í áhættu. Við erum ekki að fara að kaupa vörur og setja upp með þær og sjá svo til. Það er ekki svoleiðis. Það er bara per seld vara, þá gerast hlutirnir. Þannig að við erum ekki að fara út í áhætturekstur, við erum að fara í þjónusturekstur. Við erum að þjónusta fyrirtæki við almenning og svo bæði og báða. Við erum að þjónusta almenning líka. Hér er skipting. Almenningur fær megnið af því sem er í þessum sjóðum. Síðan fær stofnunin eitthvað til fyrir rekstur og viðhald og fjárfestar fá þennan hluta. Þessi hluti er svakalega mikil upphæð. Og ástæðan fyrir að þessi upphæð er svona stór, þetta hérna, takið fyrir ykkur heimsveltu. Sjáðu fyrir ykkur kannski heimsveltu. Allt sem fyrir ekki nú kreditkort eða debitkort. Bara svona farið í hypothetic hugmyndi í samtöðu. Þetta getur 500.000 færslur á mínútu. Gríðarlega mikið fjármagn, það eru færslugjöld, en þetta er ekki bara færslugjöld. Þetta er líka álagning á vöruverðið sem telur hana. Þannig að það er ekki bara færslugjöld sem við erum að horfa á hér, heldur líka álagning af vöruverði viðskiptamódeli fyrirtækjanna. Það er nýtt. Það er alveg nýtt. Og ástæðan fyrir að þau geta gert þetta er að þau eru aldrei að borga nýtt sjálf, heldur þau eru að lækka markaðs- og rekstrarkostnaðinn sjálf. Við hins vegar förum ekki að undirbjóða markaðinn, þessi frjálsa markaðinn sem við tekið í dag, með því að undirbjóða með þeim afslætti sem við fáum, sem við gætum gert. Við getum komið alveg rosalega gott verð út af því að við erum með svo sniðugt sölukerfi og upplýsingakerfi, þannig að við getum með ódýrasta verðið. Það er möguleiki, en ef við búum til peninga fyrir fólkið, þá er miklu meiri vilji. Þið sjáu það. Að spara þeim einhvern, gefa þeim einhvern afslátt heldur en að búa til peninga í leiðinni. Það er mikill munur á því. Mikill munur. Þannig að almenningur mun, þetta er svo kallar gúttir sem við vinnum með því, almenningur mun vilja fara þessa leið og það fjármagn sem að fjárfestar fá er byggt úr nokkru sérstakur sjóðum og ástæðan fyrir að fjárfestar fá svona mikið er ástæðan er sem sagt að það hefði verið of mikið fjármagn til þess að deila til almennings sem við hefðum aldrei getað komið frá okkur. Ef við hefðum farið að láta það fara til almennings, þá hefði það rauninni haft neikvæð áhrif á atvinnulífið. Það er að segja að fólk hefði fengið jafnvel meira út úr þessu, að vera atvinnuneytandi heldur en að vera starfandi í einhverju fyrirtæki. Þannig að við getum ekki farið að gera fólk að aumingjum, við viljum ekki standa svoleiðis, heldur frekar styðja við og niðurstaðan er að fjárfestar fá mjög mikið út úr fjárfestingunni við það að leggja eitthvað fjármagn inn í þetta. Ég ætla að fara aðeins inn í það núna í framhaldi af þessu. Það er þessi rauði þáttur, það fer inn á Arðvis fjárfestingafélag, hlutur fjármögnunaraðila gegn samningi við líknarfélagið stofnun endurgreiðslu á fjármögnun. Það er það sem við erum að tala um þetta. Við erum að tala um að fjármagna stofnun líknarfélag sem stendur vörð hag einstaklinga og fjárfestingar eiga ekki tilkall til gagnagrunnsins og þeirra upplýsingar sem eru persónutengdar. Þannig að við eigum ekki, eða fjárfestar eiga ekki neitt í því sem þessi stofnun gerir annað en að loforð að greiða tilbaka. Og loforð er gott betur en það hefur ekki takmörkun. Það hefur bara eftir hversu vel gengur, þá fá þau hluta af rekstrinum. Þannig lítur samningurinn út. Þannig að hér er gríðarlega stór upphæð, 53% eftir að þessir hafa fengið sitt. Það er 47% sem verið rekstur, megnið fer til almennings, eins og stendur hana, og það er 53% á móti þessu hér, sem fer á einkareikning fjárfesta og tengist skattakerfinu eins og við þekkjum það. Það er tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur og rauninni gæti félagið séð að innheimta og greiða það í jafnóðum. Já, hversu fljótt kemur fjárfestingin tilbaka? Og þá er spurningin. Þetta er einn stóra spurningin sem menn er að spyrja okkur í dag. Núna er þess að gengur, ég geti sagt að eitthvað var að fljúga, þá er það fyrirtækið okkar. Við erum með bestu menn sem ég veit sem ég er búinn að reyna í mörg ár að finna menn til þess að leysa vissar þrautir og það er búið að taka mörg ár að sá sem að smíðaði fyrstu prótótýpu af þessum hugbúnaði, það var eini maðurinn á Íslandi sem ég veit bara yfir höfuð sem gat leyst þá þraut aðferðina við að setja þetta saman. Ég talaði við 12 forritara, einn á mánuði í heilt ár til þess að leggja fyrir á þraut til þess að leysa þetta. Þetta er mjög flókið mál.
og svo 10. var 3 mánuða upphugsað aðferðum til þess að láta þetta ganga upp og það gat hann gert. Þannig að við erum mjög stolt að hafa hann með okkur, það 7 ár síðan og svo höfum við bætt okkur frábærum mönnum á sviði laga og reglna varðandi rekstur. Óskar hann á sviði viðskipta og endurskoðun, löggiltur verðbréfamiðlari. Hvað meira, Óskar? Meistarapróf í endurskoðun og reikningsskil. Já. Meistarapróf í alþjóðaviðskipti. Já, meistarapróf. Og Jón Halldór, hann viðskiptalögmaður og hann sem sagt akkurat það sem Óskar vantar og okkar líka til þess að ná að skilgreina okkur. Er ég að missa, er ég að sleppa ykkur, Jón Halldór? Nei, ok. Jón Halldór mjög lipur og hann með í stjórnunarmálum í félaginu eins og Óskar og Úlfar, þetta fjölleitur hópur til þess að skilgreina laga þessa verks, því þetta reglverk gerir kröfu svo svakalega skilgreinda þætti til þess að þjóna hagsmunum annars vegar ríkis og banka. Bankar eru svolítið óvissir varðandi þetta, en þetta mun treysta stöðu banka í dag, eins og staðan í dag. Bankar eiga með fullt hús af peningum, en þeir ná ekki að losa það. Þannig að þeir eru í rauninni vondum málum. Það vantar fjármagn út inn í samfélagið, á meðal fólksins. Það vantar kaupmátt, það vantar greiðslugetu, það vantar veðtryggingar. Ég veit þið, veð til þess að ná peningunum út úr bönkum. Og þetta það sem stendur í öllu, það allt búið að veðsetja í botn. Með þessar aðferð getum við búið til millistykki til þess að búa til brú til þess að koma fjármagninu aftur inn í samfélagið. Og það ekki bara á Íslandi, það um allan heim. Þannig að við erum að vinna því hörðum höndum við að setja saman með besta fólki sem ég veit um. Og það sem þetta verkefni fjallar það sem menn spurja mikið, hvernig verða peningarnir til og hversu langt, það stóð þarna á hvernig verða peningarnir til og hvernig hann fáið það. Og ég að tala það að þessum tíma fyrirtæki að fljúga og við stefnum á það í lok þessa sumars að hefja sölu á hlutabréfum á netinu sem að styrki þá stöðu fjárfesta þannig að það dregur úr áhættunni annars vegar. Þetta ennþá áhættu fjárfesting, skilgreint sem erlent fjármagn mun koma á móti hverri íslenskri krónu sem fer inn í þetta. Sem þýðir það kannski 10-földun, 50-100-földun á íslenskri krónunni í fjárfestingunni. Og við veitum að Skandinavar þeir hafa séð þetta og eru mjög áhugasamir þetta, þeir eru miklu fleiri og þeir hafa mikið meira peningum en við. Og sem þýðir að dregur allir þessi þættir draga úr áhættunni varðandi fjárfestinguna. Það að segja, við erum með frábært fólk, lögfróðamenn sem að vita allt regluverk bankakerfisins og stjórnvalda og við miðum allan okkar rekstur af þessum þörfum. Og þannig að við erum að setja upp mjög þægilegt fjárfestingamódel. Fjárfestar geta verið silent eða sem sagt bara hlutlausir á bakvið fjármagnað sinn hlut í þessu félagi og sá hlutur notað til þess að fjármagna verkið en þeir hafa engin ítök í framkvæmdinni. Skiljiði mig, þetta eru B-hlutabréf. Þannig að en B-hlutabréf ganga fyrir í arðgreiðslum. Þannig að við sjáum fyrir okkur við eigum auðvelt með að standa við það sem við erum að segja og kemur það hér með. Það sem fjallað þarna, það hagur fyrirtækja að hafa aðgengi að kaupendur sem eru búin að ákveða að kaupa vörur. Þessi eru búin að ákveða upphafi að velja þess og þessa vöru sem það var áhugað þegar við komum inn á upplýsingakerfi sem svona söluvefur. Þannig byrjar það. Við gætum haft þetta út í búð, þetta gæti verið út í kannski 50-60 búðum í Smáralind, þessuna. Og alls staðar allan bæ, mögulega. Og við sjáum það alveg fyrir okkur gerast. Þannig að það hagur fyrirtækja að vera í samvinnu við fyrirtæki sem að leggja fjármagn í hendur almennings til þess að kaupa vörur. Þetta heitir viðskiptastýring. Þetta svipað eins og Dinner for Two, held ég heitir eitthvað svoleiðis. Það svona, þú getur farið með kort og það sem þú sér svona spjald og þá borgar þú bara fyrir einn. Eða það tveir að fara að borða það. Þannig að það svona hagraði ekki því og þá eru fyrirtækin þetta heitir viðskiptastýring. Fyrirtæki vill frekar á veltuna heldur en að reyna að markaðssetja sig sjálfur. Þannig að þau eru svolítið svona tosa í einstaklingina með því. Þannig að við erum að gera svipaða hluti. Þetta er markviss markaðssetning. Neytendur eru spurðir hvað þá vantar og upplýsingum safnað saman. Háir efna meiri einstaklinga sem myndi teljast vestrænt fólk. Felst í því að fá hlut í veltustofnunarinnar með því að kaupa vörur og þjónustu þá leið.